En það í dag sem vísindin lifna við á vísindavöku Rannís og við ætlum að fræðast aðeins nánar þetta. Þetta jú svona eitt af mínum áhugamálum. Það eru vísindin og já, þú sem veit kannski aðeins meira þetta heitir Aðalheiður Jónsdóttir kynningarstjóri. Komdu sæl. Já, góðan daginn. Hvað segir þú í dag? Bara fína. Þetta nú svolítið svona spennandi dagur allavega fyrir mig og veit ég fyrir marga aðra. Þetta vísindavaka. Vísindavakan risastór viðburður og hefur stækkað ár frá ári. Við erum í Háskólabíó í dag milli 5 og 10. Já. En það ekki bara við vegna þess að vísindavakan haldin í yfir 300 bæjum og borgum alla Evrópu. Já. Það á sama tíma. Það ekkert annað. Þannig að vísindi lifna við og vísindamenn hafa færi á að hitta almenning og almenningu þau færi á að spyrja á spjörunum úr allt sem að gerast. Og þarna svona hægt að fólk getur kynst í hvað er nýtt að gerast í vísindum? Þetta rauninni tvískipt. Háskólabíó verður allt undirlagt af vísindum og fræðum og þetta eins og risastórt sýningasvæði og það eru milli 60 og 70 sýningabásar skipt eftir fræðigreinum og verkefnum og þarna hægt að bara rölta einhvern tíma milli 5 og 10, það má koma og fara og í rauninni bara kynna sig það sem þú áhuga á. Já. Og svo það hinn parturinn sem lifandi vísindamiðlun á sviði, eins og ég kalla það. Þá í rauninni stillum við vísindafólkinu upp á svið og gerum við svolítið að svona, hvað segir maður, svona uppistöndurum. Já. Og það allt frá því að vera stuttir örfyrirlestrar frá læknum, sem alltaf gaman að hlusta á lækna og gaman að láta þá svona koma svolítið í tengsl við almenning. Jú. Og síðan það tónfræði, það tölvuhakk og svo náttúrulega sprengigengið óurlega sem að hefur nú vaxið og dafnað með vísindavökunni og við erum alltaf unnið mjög náið með þeim. Heldur betur. En þau vísindavaka verður sett þar formlega. Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra, kemur 5 til okkar og afhendir einmitt viðurkenningu Rannís fyrir vísindamiðlun og þá verðlaunum við einhvern aðila, stofnun eða samtök eða háskóla eða einstakling sem að hefur verið svolítið öflugur einmitt í að koma vísindum og nýsköpun á framfæri og svona nota jafnvel nýstárlegar aðferðir til að kynna vísindi fyrir almenningi. Nákvæmlega. Og þessi vaka, hún bara opin öllum? Opin öllum, það kostar ekkert. Það ekkert þarna sem kostar, það hægt að ráfa milli sýningabásana, það hægt að prófa, það hægt að svona fá að snerta tækjum og tólum. Já, það að taka þátt í einhverju smá vísindum þarna? Já, í rauninni getur þú tekið þátt og það alltaf voru gaman að segja frá því að læknadeild Háskóla Íslands einmitt þarna verður með svona síni skurðstof. Nó. Það sem hægt að prófa sauma. Já. Það voru með það í þessa. Og allir háskólanir í landinu taka þátt að sjálfsögðu, en það eru þeir náttúrulega vagga rannsókna. Jú. Við erum með 7 háskóla. Já. Og það Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Háskólinn í Reykjavík, það Bifröst, það Landbúnaðarháskóli Íslands, það Hólaskóli og Listaháskóli Íslands. Já. Þeir eru allir þarna mjög öflugir og síðan það fyrirtæki, stofnanir og sem að taka þátt í vísindavökunni. Í rauninni allir, þetta okkar fremsta vísindafólk, þetta hugmyndaríkasta fólki í landinu. Algjörlega. Og ég sé að í stóra salnum þar sem að þú segir að verður svona, ég setti ýmislegt á svið að þarna til dæmis verður talað norðurljósin og fleira og þarna verður að kynna til dæmis kappaksturspíl sem keppir fyrir Íslandsvönd 2014. Akkurat, þetta nýjasti kappaksturspíl, en þetta rafknúinn kappaksturspíl og þetta kallað Formula Student verkefnið og þeir kalla sér Team Spark í ár. Já. Þá segja þeir henni frá hvað liggur að baki smíði svona kappaksturspíls. Og síðan náttúrulega eins og segir stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarnes, þeir hafa nú verið mjög öflugir í vísindamiðlun. Já. Þeir eru með 2 atriði, annars vegar það Sævar Helgi sem formaður félagsins, hann talar norðurljósin. Og svo hann Sverrir, hann kemur seinna kvöldið, Sverrir Guðmundsson. Hann ætlar að tala loftsteina og mér skilst hann ætti svolítið að reyna á hljóðkerfið í Háskólabíói. Já, það. Ég held að sína að reyna lindamál, hann að sína í rauninni þegar loftstein rendur á jörðinu og hvað gerist, þannig að við ætlum svolítið að reyna á Dolby Stereo. Já, þetta svolítið spennandi. Og svo kínversk kung fu, það tölvuhakk, rosa spennandi, það að sína sýndarpersónur fyrir leiki og kvikmyndir, það sagt að aukaleikara verði bráðum óþarfir í bíómyndum. Já. Og síðan eru 2 örfyrirlestrar frá Landspítalanum, annars vegar ofþyngd barna, stutt það og svo annar sem heitir Snúum á ellikerlingu.
hvernig fólk getur bætt lífi við árin eftir 60. Já, nákvæmlega. En þú sér að þetta frá börnum og upp í fullorðið. Já, algjörlega. Þarna kemur þetta alveg á hreint að þetta fyrir alla aldurshópa. Algjörlega. Aðalheiður, þetta skemmtilegt. Takk hérlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Ég mæli með að þið takið strætó frá Selfossi og mæti klukkan 5. Já, við ætlum að gera það, klárlega. Þetta byrjar klukkan 5. Takk fyrir. Já, takk fyrir, takk þér. Takk, bless. Aðalheiður Jónsdóttir, kynningastjóri hjá Rannís var þarna í spjalli hjá okkur og það er þetta að fara inn á vísindavaka.is til þess að kynna sér þessa stórglæsilegu dagskrá. Vísindavaka í dag haldin vísvegar heiminn í hvað sá hún, yfir 300 löndum. Og þannig að þetta er risa vísindadagur og þeir sem hafa áhuga á þessu sem eru ansi margir ættu nú að drífa sig í Háskóla Bíó. Þetta hefst klukkan 5 og það er nóg fyrir alla hægt að taka þátt í vísindum og það er hægt að æfa sig að sauma þarna hjá læknum sem verða þarna með svona litla skurðstofu og fleira skemmtilegt. Vísindavaka.is